fyrir okkur liggur dagskrá í 4 liðum. Áður en ganga til dagskrár leiðast Birnu Sigurbjörnsdóttur fyrir bæjarfulltrúa á Akureyri. Birna var skurðhjúkrunarfræðingur og deildarstjóri á slysadeild fjórðungssjúkrahússins á Akureyri, lést þann 7. júlí síðastliðinn 75 ára að aldri. Birna fæddist á Akranesi 13. september 1942 og lauk þar barnaskóla og síðan gagnfræðaprófi við Héraðs- og gagnfræðaskólanum á Skógum í Rangárvallasýslu. Hún lauk námi í hjúkrunarfræði við Hjúkrunarskóla Íslands í mars 1964. Birna var bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn Akureyrar á árunum 1990 til 1994. Auk þess að vera meðal annars aðalmaður í atvinnumálanefnd og varamaður í bæjarráði og hafnarstjórn. Eiginmaður Birnu var Svavar Eiríksson en hann lést árið 2006. Birna og Svavar eignuðust 4 börn. Bæjarstjórn vottar aðstandendum Birnu Sigurbjörnsdóttur samúð sína leið og henni eru þökkuð störf í þágu bæjarfélagsins. Og ég ætla að biðja ykkur að rísa úr sætum til að heiðra minningu Birnu. Takk fyrir. Og þá göngum við til dagskrár. Og fyrsti liður á dagskrár siðareglur kjörinna fulltrúa. 29. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 segir: Sveitarstjórn skal setja sér siðareglur sem sendar skulu ráðuneyti til staðfestingar. Ef siðareglur eru í gildi skal ný sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til endurskoðunar þeirra. Ef niðurstaðan er sú að siðareglur þarfnast ekki endurskoðunar halda þeir gildi sínu og tilkynna skal ráðuneyti þá niðurstöðu. Nú ætla ég að biðja Hildi Jönu Gísladóttur forseta að taka við fundarstjórn og gefa mér orðið. Ég býð bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttir. Gjörðu svo vel að gangi í bond. Já, það er ágætt svo sem fyrir okkur öll hérna svona í upphafi kjörtímabils að fara yfir siðareglur og ég ætla svona bara aðeins að renna yfir það helsta. Tilgangur siðareglna, þessast markmið þessara reglna að skilgreina það hátterni og viðmót sem kjörnum fulltrúum ber að sýna við störf sín á vegum Akureyrarkaupstaðar. Með kjörnum fulltrúum átt við bæjarfulltrúa og alla aðra sem kjörnir til setu í nefndum og ráðum hjá Akureyrarkaupstað. Síðan kemur hérna stað og ábyrgð sem útlistaði hérna í 5 liðum og ég ætla svo sem ekki að lesa það upp allt saman. En á eftir því kemur kafli hagsmunaárekstur og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hérna þessa 3 liði. Kjörnum fulltrúum ber að setja almanna hagsmuni ofar sérhagsmunum. Þeir taka ekki þátt í undirbúningu og afgreiðslu mála sem varða sérhagsmuni þeirra sjálfra, venslamanna, skjólstæðinga eða annara sem tengjast þeim svo sérstaklega að ætla megi að afstaða þeirra mótist að einhverju leyti af þeim tengslum. Einnig skuli þeir gæta þess að nýta sér ekki óopinberar upplýsingar til eigin hagsbóta. Og lið 8. Kjörnir fulltrúar þiggja ekki gjafir, fríðindi eða annað viðurgjörning frá íbúum og viðskiptavinum Akureyrarkaupstað eða þeim leita eftir verkefnum eða þjónustu bæjarins. Þannig að túlka megi sem persónulega þóknun fyrir ákvarðanir á vegum bæjarstjórnar eða nefnda. Og síðast hérna kemur svo kjörnir fulltrúar gæta þess að fara ekki út fyrir umboð sitt í störfum sínum og verða verkaskiptingu í stjórnkerfi Akureyrarkaupstaðar. Nú liggur ekkert fyrir tilræða að breyta þessum tillögum, þessum siðareglum frá hendi meirihlutans og ég veit ekki aðra bæjarfulltrúa, en ég held að það gæti verið ágætis starfsregla sem við gætum kannski sett okkur, af því að það á kjörtímabili koma vafalaust upp einhver atriði sem að við eru svona gráu svæði og við áttum okkur ekki alveg á hvort að þetta eitthvað sem við ættum ekki að þiggja eða ekki. Og við ættum kannski bara að temja okkur það að ég legg það til, að við myndum temja okkur það að hafa samband við hvort annað, hvort sem það er rafrænt eða hittast, ræða málinu, taka sameiginlega ákvörðun slík mál. En annars bara takk fyrir mér. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og veiti henni fundarstjórn. Já, takk fyrir það.
einhver bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef svona aðeins verið að hugsa siðareglur síðustu daga. Hugsaði svolítið það líka síðastliðinn vetur. Og var til dæmis að horfa á fyrirlestur og umræður í kjölfar þess sem að Sigurður Kristinsson, sem formaður siðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga, hélt 2015. Og svo eru ágætar leiðbeiningar á vef sambandsins siðareglur. Og þar segir meðal annars að æskilegt sé að reglurnar séu endurskoðaðar reglulegar og helst í hvert sinn, með leyfi forseta, ég les upp úr leiðbeiningunum, og helst í hvert sinn sem ný sveitarstjórn er skipuð, með því að taka þátt í endurskoðunarferlinu tileinka kjörni fulltrúa sér reglurnar betur. Það vill svo vel til að í fyrra vetur skipuðu við starfshóp endurskoðun siðareglnanna út frá MeToo-umræðunni, og sem bara mjög gott mál. Reyndar hafa bæjarfulltrúar ekki enn verið kallaðir saman á neinn umræðufundi eða í neina umræðu það, og þá vil ég nefnilega að koma því sem að kemur aftur fram í leiðbeiningunum að það er mikilvægi þess að hópurinn sem á að fylgja siðareglunum sé virkur í þáttökunni samningu siðareglnanna. Og með leyfi forseta, svo ég lesi upp úr aftur leiðbeiningunum, að æskilegt sé að í tengslu við endurskoðun siðareglna sé efnt til opinnar umræðu orðspor, markmið, gildi, venjur og svo framvegis, líkt og þegar að siðareglur eru skráðar í fyrsta sinn. Þannig að það er bara mjög gott og eðlilegt bara svo ég byrja á því að endurskoða siðareglunar. Það er ekkert engin áfellisdómur yfir síðustu siðareglum eða síðustu bæjarstjórn eða neinu svoleiðis. Það var svona fyrsti punkturinn sem ég vildi koma framfæri, og einmitt það að á sama tíma, og það er alls ekkert athugavert við það hafi verið skipaður starfshópur til að leiða vinnuna, að þá og ég reikna nú með því að 2 af 3 fulltrúum starfshópsins hafa horfið til annarra starfa, þannig ég reikna með að við skipum í þeirra stað nýja fulltrúa fljótlega. En þá eru þetta eðlilegt aðsamt og mikilvægt að bæjarfulltrúar taki allir þátt í umræðinu að þetta sé ekki hópurinn sem vinni eitthvað sem að sé sér lagt fyrir okkur. Og eins bara þessi umræði að þú veist, það er mikilvægt að taka þetta og velta þessu mjög vel fyrir sér. Og síðan einmitt, og nú vitna ég aftur leiðbeiningarsambandsins með leyfi forseta, sé gagnlegt að hafa til hliðsjónar hvernig reglurnar hafi reynst fram að þessu, á hvaða þætti þeirra helst hafi reynt og hvaða siðferðilegu spurningar hafi komið upp sem siðareglurnar hafi ekki gagnast við að leysa úr. Og í því ljósi þá langar mig að beina því til starfshópsins og bara okkar allra að leggja áherslu á að endurskoða 8. grein siðareglnanna sem kveður á gjafir og fríðindi, eins og forseti kom inn á í upphafi, að þá má betur gera þar. Og ég vil segja að við erum með ákvæði sem opnari fyrir túlkun heldur en hjá mörgum öðrum sveitarfélögum. Ég var svona dálítinn tíma í að lesa siðareglur annarra sveitarfélaga síðustu daga, og ég ætla bara með leyfi forseta að fá að lesa upp greinina þó að þessi nýbúið að því, en hún hljóðar svo: kjörnir fulltrúar þiggja ekki gjafir, fríðindi eða annan viðurgjörning frá íbúum og viðskiptavinum Akureyrarkaupstaðar eða þeim leitað eftir verkefnum eða þjónustu bæjarins, þannig að túlka megi sem persónulega þóknun fyrir ákvarðanir á vegum bæjarstjórnar eða nefnda. Og mér finnst bara mjög mikilvægt að breyta þessari grein. Og það er sérstaklega vegna þess að vægi hennar finnst mér þrengt svo verulega með þessum síðasta hluta setningarinnar. Það er að segja að það megi raun og veru allt nema að það túlka megi sem persónulega þóknun fyrir ákvarðanir. Og ég held einhvern veginn að við getum bara verið sammála, allavega það er mikilvægt, og það hefur komið fram líka í leiðbeiningum sambandsins og formanns siðanefndar sambandsins, að það sé mikilvægt að við séum sammála þetta, að þetta séu reglur sem hópurinn samstíga Þannig að ég ætla bara svona að draga dæmi, að
og svona, því að það er svo oft svo gott að nota dæmi þegar maður er að velta þessum hlutu fyrir sér. Og ég segi þarna í fyrradag, þá var stórt sjávarútvegsfyrirtæki hérna í bænum sem bauð mér í 6 mánaða heimsreisu. Og ég er svona nokkuð vissum að við öll hér inni væru sammála að það væri ekki siðferðislega rétt að mér að þiggja boðið. Jafnvel þó við myndum kannski öll átt okkur á því að það væri kannski ekki hugsað sem verðlaun fyrir hversu vel ég hef staðið mig sem bæjarfulltrúi, kannski væri bara verið að reyna að losna við mig í 6 mánuði. En það er annað. En það er ekkert í siðareglunum eins og það eru núna sem kemur í veg fyrir að ég þiggi þetta út frá siðareglunum. Af því ég hef ekki verið að taka neinar ákvarðanir sem snerta þetta fyrirtæki og er svona líklega ekki á leiðinni að því. Þannig að í greininni eins og hún er núna að þá er hún, það er svo mikið beintenging við umbun við ákvarðanir. Og hér á landi þá er ekkert mikið að peningaseðlar sé að skipta hendur í brúnum umslögum fyrir einhverja gjörninga. En það er algengt að við reynum að koma okkur vel við hvert annað í þessu samfélagi. Og svo er annað sem er líka í þessum siðareglum eins og það eru núna, að það er talað viðurgjörning. Og þetta sá ég ekki reyndar í flestum þeirra siðaregla sem ég las, en það kemur fram að þiggja ekki gjafir fríðindi að annað viðurgjörning. Og viðurgjörningur þýðir í raun og veru matur og drykkur. Og við erum bara út allt að þiggja mat og drykk og kaffi og kleinur. Og við, áður við hrærum í kaffibollana, þá erum við ekkert að spá í því hvort að við séum að fara að taka einhver ákvörðun sem að snertir aðila sem að býður upp kaffi. Þannig að þar með erum við líka í þessu siðareglunum eins og þær eru, þá eru við strax að draga úr þeim tennurnar. Það er að segja við erum með atriði sem við ætlum ekkert að pæla í. Þannig að bara svona svo ég ítreki hversu mikilvægt er að endurskoða þetta. Og svo einmitt í tengslum við kaffið, að þá langaði með leyfi forseta að fá að lesa eins upp úr að það segist að fyrirlestur sem að fyrrnefndu formaður siðanefndarsambandsins hélt árið 2015 og þessi fyrirlestur er aðgengilegur á netinu. Og það er svona umræða í kjölfar fyrirlesturs formannsins og ég svona skrifaði niður. Ég ætla að fá að lesa þær upp með leyfi forseta. Þetta eru umræður sem að spunnust í kjölfar fyrirlestursins þar sem er verið að svara spurningum og vangaveltum hvað megi þiggja og hvað ekki og svona út í það. Og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa aðeins upp. Og Sigurður segir: í þessu almenna siðferði, og þá var hann búinn að fara yfir það hvað er almennt siðferði, og það er að segja, þá nefndi hann dæmi eins og það er rangt að ganga barn gorða sinna, við erum öll sammála það. Það er rangt að valda öðru fólki skaða, við erum öll sammála það. Það er rangt að mismuna fólki, þannig að hann er búinn að skilgreina almennt siðferði. Þannig ég held áfram núna með leyfi forseta. Í þessu almenna siðferði sem allir eru sammála þá, ef þú heimsækir einhvern og þiggur mikla veitingar og allt er mjög ánægilegt og svo ferðu út og gerir eitthvað sem þessum aðila er verulega óhagkvæmt og notar til þess upplýsingar sem þú fékkst í heimsókninni, þér finnst þetta ægilega siðferðilega skítt. Það er ekki mjög gott. Og þess vegna er það þannig að ef einhver hagsmunaaðili býður fyrir mikla veislu eða bara kemur með kynningafund á einhverjum stað þar sem við sérðu útsýni yfir Faxaflóann og þetta er æðislegt og með smörribrauð öllu saman. Ég er aðeins að leiklesa þetta er samt það sem ég skrifaði upp. Svo þú að fara að taka ákvörðun, það hlýtur að hafa áhrif einmitt í gegnum siðferðið. Okkur finnst við vera ægilegt skítsið að vera að koma illa fram við þennan góða gestgjafa, ekki satt. Þannig að þetta er mjög góð hugleiðing það hvenar þú vilt koma þér í þá aðstöðu að þiggja eitthvað gott af fólki sem eiga hagsmuna að gæta í ákvörðunni sem þú þarft að hafa aðild að. Og í umræðinni segir svo Sigurður síðar að það sé mikilvægt að hafa reglurnar skýrar. En hann segir líka og hefur sagt í umræðinni að þær þurfa ekkert endilega að vera þröngar aðalatrið og þær þurfa ekkert endilega að kveða sérstaklega á hlutina. Aðalatrið sé að hópurinn sé sammála hvernig við viljum hafa þetta. Og svo er annar vinkill sem ég vil líka velta upp og það er það að í mínum huga þá snúa siðareglur ekki bara okkur, hópinn kjörna fulltrúa eða hvernig við finnum línuna hvað má og ekki má. Mér finnst þetta líka snúa því sem við erum að segja íbúunum. Það er að segja, við erum að segja það á blaði hvernig við erum að hugsa þetta.
Og í mínum huga, þá erum við núna að segja íbúðunum með greininni eins og hún að við vitum að getur verið hæpið að taka við verðmætum frá hagsmunaaðilum, en við ætlum samt að hafa reglurnar þannig að það sé ekki beint hægt að benda fingri á okkur. Og í mínum huga það átt ekki vera svona, það á bara að vera hafið yfir allan vafa að við tökum aldrei við neinu frá hagsmunaaðilum. Og svona eins og Hafnfirðingar hafa haft það, og þeir hafa haft það í svolítið lengi. Með leyfi forseta, sambærileg grein í siðareglum Hafnfirðinga hljóðar svo: kjörnir fulltrúar þiggja ekki gjafir, fríðindi eða önnur hlunnindi frá viðskiptamönnum eða þeim sem leita eftir þjónustu Hafnarfjarðarbæjar. Punktur. Þannig að mér finnst þetta snýr líka því hvernig við lítum á okkur sjálf og okkar stöðu. Og ég segi við skulum taka okkur sjálf alvarlega og okkar stöðu. Og einmitt bara í morgun var ég að hlusta á viðtal við Gísla Halldór Halldórsson sem nýtekið við starfi bæjarstjóra Árborgar, og hann var áður bæjarstjóri í Ísafirði, og hann var spurður út í samskipti sveitarstjórna og ríkisvaldsins. Og hann talaði meðal annars að fulltrúar ríkisvaldsins, og hann segir svona sérstaklega embættismenn, virtust ekki bera með neina virðingu fyrir sveitarstjórnarfólki. Og það væri svona eins og lítið niður til þeirra. Og þetta auðvitað mjög slæmt, og ég svona tengdi aðeins við þetta, og ég ætla að segja að fyrsta skrefið til að vera tekin alvarlega að taka sjálfa sig alvarlega. Þannig mér finnst að við ættum að taka okkur svo alvarlega að við sammælumst að hafa skýra línur hvernig við bregðumst við gjöfum og boðum. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sólu Björk Stefánsdóttur fyrir þetta, og næst tekur til máls bæjarfulltrúa Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ákvað nú að koma inn upp þar sem ég í þessum hópi sem var skipaður á síðasta ári, MeToo-hópi sem á að yfirfara siðareglurnar, að það var hluti af tilgangi hópsins að yfirfara siðareglurnar. Ég ætla kannski bara að nefna hér að það búið að skipa nýja fulltrúa í hópin, og og við erum búin að hittast einu sinni og erum að hittast aftur í þessari viku til að halda áfram með þetta verkefni. En mér langaði að minnast að það því að við fyrrverandi hópurinn sem var, við fengum til fundar við okkur umtalaðan Sigurð Kristinsson, formann siðanefndar sambandsins. Og það var mjög gott að hitta hann og fara yfir þetta. Tilgangurinn að hitta hann var bæði að fá svona leiðbeiningu fyrir okkur, hvernig væri gott að vinna þetta áfram. Eins það að fá hann til að koma MeToo umræðinu meira inn hjá sambandinu og siðanefnd sambandsins, að því að í okkar huga það mikilvægt að sveitarfélögin séu svolítið á sama máli hvernig við viljum hafa þetta, og bæði út frá siðareglunum og bara MeToo umræðinni, og líka það að við séum ekki endalaust að finna upp hjólið í hver einasta sveitarfélagi. Við séum að vinna þetta í sameiningu og séum að taka upp eftir hvert öðru líka það sem vel gert. Það sem við fórum yfir var til dæmis hvernig væri best að vinna þetta, og bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á það að það er rosalega mikilvægt að allir þeir sem meiri hlutin af þeim sem á að fara eftir þessum reglum taki þátt í að móta þeir. Og þess vegna held ég að leiðin hjá okkur, þessum hópi sem hefur verið skipaður, væri að fá ykkur til funda við okkur til þess að taka eins hvernig við viljum hafa þetta. Þannig að það sé ekki bara okkar þriggja sem sitjum í þessum hóp að segja, já, samskiptareglur verða svona, eða við ætlum að hafa þetta svona eða hins einn. Þannig að en eitt af því sem við ræddum út frá MeToo-umræðinni og siðareglunum var hvort við ættum að gera okkur aðeins nýtmeðari samskiptareglur. En það er eitt af því sem við ræddum á sínum tíma hér í bæjarstjórn, að til dæmis bara hvernig fundir eru stýrðir geta skipt rosalega miklu máli hvernig við erum að upplifa okkur út frá MeToo-umræðinni. Bara hvernig hvort við séum að koma fram við fólk af virðingu, hvort það sé að fá að njóta sín, hvort það sé verið að ræna hugmyndum annara á fundi. Þetta hefur oft valdið fólki vanlíðan, þannig að þetta er kannski eitt af því sem við þurfum að horfa til þegar við sitjum niður og ræðum þessi mál.
við munum í rauninni bara reyna að vinna þessa vinnu fljótt og vel, þetta gengur ágætlega, en ég vildi bara koma hérna aðeins og upplýsa ykkur um stöðuna og líka bara þannig að fólk vissi það að hlutverk þessa hóps væri einmitt líka að fara yfir siðareglurnar og ég sé ekkert að því eins og Sóli Björk bendir hér á að þessi hópur þá í samtali við ykkur fari yfir þessa 8. grein, hvort við viljum gera hana ítarlegri, þannig að við séum ekkert í miklum vafa, auðvitað verður aldrei öllum spurningum svarað, það munum alltaf koma upp vafamál, við getum aldrei gert siðareglu það ítarlega eða eins og Sigurður líka, það var líka hægt að gera auka reglur við siðareglurnar til hliðar, þannig að þær væri ekki mjög ítarlega siðareglurnar sjálfar. En þannig að það muni alltaf koma upp einhverja spurningar og þá við ræddum það á sínum tíma og þessum bæjarfulltrúa Halla kom inn á, þá bara mikilvægt líka við bara ræðum, sendum tölvupóst á milli og ræðum saman, erum við á einhverjum mörkum. Ég var viðurkenni það þegar ég byrjaði, ég var pínu óörugg með þetta fyrst, má ég mæta á leiksýningar sem verið að bjóða mér á, einmitt með afmælisboð fyrirtækja og svona, er það einhverju gráu svæði, en aftur á móti finnst mér sem bæjarfulltrúi mjög mikilvægt að við séum til dæmis að sinna atvinnulífinu, að við séum að mæta þegar verið að vígja skip, þegar eru einhverjar veislur í gangi, þannig að við séum að halda tengingun og séum sýnileg og sýnum í verki að okkur finnist atvinnulífið skipta miklu máli. Þannig að þið megi bara eiga von á því að við munum líklega að kalla ykkur saman fljótlega til að yfirfæra þessi mál betur. Þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund Einarsdóttur fyrir þetta og næst tekur til máls bæjarfulltrúa Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get upplýst að ég hef verið skipaður í þennan dularfulla hóp endurskoðun á siðareglum og aðlögun MeToo umræðu inn í það og fleira. Viðbrögð við þess aftar málum ef uppkoma í þessum hópi og innan meðal kjörinna fulltrúa. Og það mun ekki standa á okkur að opna umræðuna því að ég held að það sé alveg hárrétt eins og kom fram að það er ákveðin forsenda fyrir að meðtaka reglurnar að hafa tekið þátt í umræðu þær og þannig það verður meiri ábyrgð gagnvart þeim og þekking. En ég vil líka rétt svo nefna að við búum hérna í litlu samfélagi og það er heilmikil nánd við alla hópa sem að okkar ákvarðanir hugsanlega snerta og það þurfi ekki endilega að koma til gjafir eða mikill viðurgjörningur til þess að kannski breyta stöðunni og ég bara nefni sem dæmi að mér var boðið á 2 fundi fyrir kosningar þar sem að var útskýrð staða í málefnum fatlaðs fólks og bara það að hafa mætt á þannig fund og horft í augun á fólkinu að það gera miklu erfiðara fyrir mann að segja svo viku seinna nei, við getum bara ekkert laga þennan málaflokk því miður. Þannig að umræðan er kannski ennþá breiðari heldur en bara gjafir og risnu. Við reynum að taka þessu öllu saman. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki þá þakka ég bara fyrir þessa fínu umræður og legg til að þessum siðareglum verði vísað til hópsins til frekari vinnslu og þau kalli þá saman okkur bæjarfulltrúanum til umræðu. Og þessi geta samþykkt það gefið merki. Það er allir, takk fyrir það.